Herru, tímabilinu lokið og Fjölnir virtist bara vera 2 númerum á stóru fyrir ykkur. Já, bara fyrst og fremst til hamingju Fjölnir með sæti í Dominus. Hvað var það sem vantaði upp á svona ef þú skoðar einvegið? Það alveg rosalega margt sem vantaði upp á, en í dag það bara alveg hrikalega léleg vörn. Við þurfum að fara í svæði sem að mér líður aldrei eitthvað vel, ég bara ætla að slá það aðeins út úr rytma og við náum því, förum með þetta úr 11 niður í 2 stig eða eitthvað. En svo þegar þeir byrja bara fara fram hjá okkur 1 á 1 og setja þessi skot 1 á 1 á móti svæðinu, þá halda þeir bara áfram að skora hvar og hvernig sem þeir vilja. Eitthvað sem þú myndir gera öðruvísi ef þú fengir að endurtaka þetta einvígi? Nei, þú veist, ofsnæmt að segja núna. Ég er búinn að horfa alla leikina 2 svar og reyna að finna ykkur svör, en þeir eru bara með 3 sóknarmenn sem er bara helviti erfitt að tækla 1 á 1 og við bara ráðum ekkert við það, bara því miður, og sérstaklega ekki þegar Teddy setur 15-20 stig í hverjum einasta leik og svo Andrés setur 33 stig á móti svæðinu okkar. Það eru allt of margir sem eru að gera allt of mikið í sókn hjá þeim þegar við erum umulegir í vörn til þess að við hefum sens. Náttúrulega mikil vonbrigði, en það er auðvitað hugur í mönnum og verður ekki bara mættir tilbúnir í næst tímabil? Jó, ég ætlaði náttúrulega að mæta tilbúin í Dominus tímabil, þannig að ég þarf eitthvað aðeins að endurhugsa líf mitt bara.